Og hvað True North að velta í tölum íslenskum krónum á góðu ári? Og góðu ári? Já. Já, þetta nú góð spurning maður. Já, sko, hvað ætlum við verið með í fyrra? Við sýnist við hafa verið einhverja, að því að 6 milljarða eitthvað svoleiðis í veltu á síðasta ári. Þar síðustu 2 ára þar undan vorum við held ég í kringum 10 það sikkvort árið. Síðan hefur þetta alveg dottið niður í milljarðin, sko, eða þú veist, við viljum helst ekki vera undir honum. Við erum náttúrulega, sko, hjá True North starfa í dag alltaf 30 manns. Og stærra heldur en þú sást fyrir þegar þú byrjaði með þetta í upphafi. Já, blessaður. Þú veist ekki að horfa svo langt til stjarnanna að þú sást það fyrir að þetta svona stórt. Nei, það sko, já, það bara, held ég bara góð saga og falleg saga. Þú veist, ég hef verið mjög heppinn í því sem já, í svona í mínu lífslaupi á þessu sviði og og jú, þetta hefur svolítið verið mótlæti og annað en það bara sýnir þá reynir á þinn innri mann og úr hverju þú gerður og hvernig maður stendur það af sér og það bara frábær lærdómur. Að svona heilt yfir að þá gegnum ganga hefur þetta verið bara mjög farsæl saga en sko leið og króna styrkist of mikið og þú veist það verður dýrt að koma hingað að þá gripið í handbremsuna, sko, þú veist, þá eru verkefni ekki að koma og því það alveg upplega einhver svoleiðis ár þar sem að það bara 2018 mjög erfitt ár manni eftir að því að það hafði verið mjög mikil þörf 2017 og 2018 þannig að rekstrar örðurleikar og breytingar og það var miklu breytt á þeim tíma og en ég er mjög ánægð með það reynslu því að hún kendi manni svo margt sko. Já, það góður skóli. Já, mjög góður skóli og þú veist og þannig að maður er bara betur settur með það, ég meina það verður engin óbarinn biskup þannig. Nákvæmlega. Og það verður bara fljótlega þannig að Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider með henni Angelina Jolie þeir koma til Íslands árið 2000 það má segja að það sé svona fyrsta myndin í rauninni sko svona stóra stúdíómyndin sem eru sko 300 manns eins og við köllum main unit kemur til Íslands í tökur og komið í 4-5 daga voru á Jökulsárlóni og síðan fóru upp á Skálafellsjökul og gerðum út frá Höfn og það svona, myndi ég segja fyrir þetta náttúrulega View to a Kill sem var gert 1986 já, það ekki, 84, 85 eitthvað slis einmitt sem Gústi einmitt vann við upphafsatriði myndarinnar sem eru á jöklinum akkurat þannig að það má segja að það sé svona fyrsta verkefni en síðan kemur svona, þú veist, alveg 300-350 manns og þú veist, og koma þeim fyrir náttúrulega á Höfn koma mannskapnum af Jökulsárlóni síðan upp á jökulinn og svona það var svona markaði tímamót finnst mér í þessum bransa og kom Ísland á korti að væri hægt að vinna stóru verkefni og 2 ára seinna þá kemur James Bond Die Another Day hún kemur í kjölfarið kollega mínir voru með þessa hugmynd og við settum á stað að fara á stað með Latabæ og True North var svona til í kjölfarið af því. Síðan svona fljótlega eftir Latabæ að þá 2005 að þá gerum við verkefni sem heitir Flags of Our Fathers sem var í leikstjórn og framleiðslu Clint Eastwood. Alveg rétt. Og ætli að það hafi ekki verið svolítið svona bara kickstarterinn sko sem kom raunni ekki bara True North á kortið heldur líka bara Íslandi